Lið 4. Gervigrasvöllur í Hrísey. Til máls kynnir ungmennaráðsfulltrúi Fríða Björk Tómasdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, fulltrúar ungmennaráðs og aðrir góðir gestir. Ég komin hingað í dag til þess að ræða sparkvöllinn við Hríseyjarskóla, en einnig fyrirspurn nemenda nýjan. Lengi hafa nemendur Hríseyjarskóla verið að biðja nýjan sparkvöll nýjan og endurbættan sparkvöll við skólalöð þeirra. Þau eru ósátt með núverandi völl og það vegna gæða hans. Hann staðsettur á grasbletti og vitum öll að það sem gras mold. Þessi mold verður að drullu þegar búið að rigna eða þegar snjór hefur bránað. Þá völlurinn blautur og voða erfitt að spila fótbolta á hann. Einnig erfitt að spila á hann þegar hann á kafi í snjó. En í báðum tilvikum hafa nemendurnir þurft að færa sjálfur mörkin á hendur í stað. Finnst okkur þetta vera boðlegt? Ef við lítum í kringum okkur á skólana hér innan bæjarins, þá þeir allir með upphitaða sparkvelli. Og síðan lítum út í Hrísey þar sem eru beglumörk og drullur völlur. Núna verið að vinna því að setja upphitaða körfuboltavelli á skólalóðir, en samt virðist ekki vera hægt að setja upphitaðan sparkvell út í Hrísey. Að sjálfsögðu eru margfalt fleiri nemendur í skólum eins og til dæmis Brekkuskóla og Nautaskóla og þarf þá auðvitað fleiri leiktæki á skólalóð hjá fjölmennum skóla. En það sem en að skólar séu að fá fullt af nýju dóti og aðrir þurfa að sætta sig við eitthvað sem ekki nothæft á ákveðnum tímapunktum ekki sanngjarnt. Í annarri grein barnasáttmálans sagt frá því að öll börn eru jöfn. Þetta þýðir að öll börn eigi að hafa rétt á sömu tækifærum. Mér finnst við ekki vera að sjá það í þessu tilviki. Nemendur skólans eru margoft búin að senda á bæinn með þetta mál en án almennilegra svara og þau virkilega týnd þegar kemur að því hvað og mun gerast í þessu máli. Kostirnir við það að setja upphitaðan sparkvöll með gervigrasi við Hríseyjarskóla eru margir. Þetta eykur þátttöku nemenda í hreyfingu frímínútum en einnig utan skólans. Þetta eitthvað sem hægt að nota allt árið í kring óháð veðri. Þetta eitthvað sem mun endast og eitthvað sem alveg víst að mun vera notað. Og síðast en ekki síst þá þetta eitthvað sem að tengir krakkana. Ég geri mig grein fyrir því að þetta ekki auðvelt ferli. Þetta tekur að sjálfsögðu tíma og peninga en það hins vegar ekki nein afsökun til þess að senda ekki almennileg svör frá sér. Því hvet ég ykkur til þess að nýr sparkvelli verði komið fyrir í framkvæmdaáætlun og gert sér ráð fyrir fjármagni og að ungmenni í Hríseyjarskóla verði upplýst komandi skref í þessu ferli. Takk fyrir mig. Þá hefur Fríða Björk lokið máli sínu og upp í pontu stígur bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson. Forseti, ágætu ungmennaráðsfulltrúar. Ég hef nú ekkert á móti sparkvöllum en það var nú þannig að þegar þessi vellir komu allir á sínum tíma við skólana þá var þetta svo kallað svona átaksverkefni á KSÍ til að hirða öll börn í fótbolta og þeir borguðu megnið af þessu en bærinn situr uppi með að viðhalda þessu. Þetta ekki lengur svona því að KSÍ á lítinn pening í dag og ekki að veita fé í þetta í dag. En það var þannig að skólanir sóttu með leyfi frá bænum að fá þessa velli. Þar sem bærinn þurfti að samþykkja að viðhalda þeim og hita þá. Og ég held nú að framtíðin sé nú þannig að þeir verði ekki hitaðir upp á köldustu vetrarmánuðum. Þannig að það verður nú ekki hægt að leika sér á þeim eins og allir halda yfir erfiðustu mánuðina. En ég myndi frekar styðja að gera eitthvað fyrir aðrar íþróttir en fótbolta. Það alltaf verið að gera eitthvað fyrir fótbolta. Og ég myndi gjarnan vilja heyra hugmyndir sem að myndi snúa eitthvað að því. En ég skil alveg að það sé gott að vera á þessum gervigrasvöllum. Það hægt að leika sér í öðru en fótboltaðar. En það gríðarlega dýrt að hitta þetta. Það dýrt að koma sér fyrir. Og svo bara önnur spurning, gervigras einhver framtíð, verður það leyfilegt eftir 4-5 ár?
það veit enginn. Þannig að ég held að bærin einn og sér muni ekki fara í þetta að setja upp gervigrasvöll, nema að KSÍ komi þá einhvern tíðan að þessu, þá getum við kannski illa neitað í ljósið þess hvað við erum búin að gera annars þar. Takk. Þá hefur bæjarfulltrúi Hlynur Jónsson lokið máli og orðið laust. Ungmennaráðsfulltrúi Fríða Björg stígur upp í pontu. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og fulltrúar ungmennaráðs. Takk fyrir þetta svar. Þetta er náttúrulega erfitt að meta það og náttúrulega fjármagnið. En það er hins vegar, eins og ég sagði í ræðinu minni, þetta er ekki nein afsökun til þess að senda ekki nein spör frá sér. Ef að það er engin framtíð í því að setja nýjan fótboltavöll út í Hrísey, þá að gera að segja krökkunum það. Þau eru búin að reyna að berjast fyrir þessum velli í fjöldamörg ár með engin svör. Þannig að það þarf bara að samþykkja það. Það er kannski bara engin framtíð að hafa gervigrasvöll í Hrísey, en þá þurfum við bara að gjöra svo vel að segja krökkunum það. Takk fyrir mig. Þá hefur Fríða Björg lokið máli, orðið laust. Ungmennaráðsfulltrúi Heimir Sigurpáll stígur upp í pontu. Ágæti forseti og bæjarstjórn og fulltrúi ungmennaráðs. Ég bý í Hrísey, gekk í skóla þar í 2 ár eða eitthvað svoleiðis og var einn af þeim sem sendi fullt af póstum hingað á bæjarinn. Og það má ekki líta fram hjá því að þetta er ekki bara varðandi skólan, því að Hrísey er einn stærsti ferðamannastaður Akureyrarbæjar innan með höfðatölu. Til dæmis á Hríseyjarhátíðinni, ef við hugsaum þetta þannig að ef það mæta 1000 manns á Hríseyjarhátíð, það er það svipað og það myndi mæta 100.000 manns á Akureyrarviku. Og ég er nokkuð viss um það að þessi fótboltavöllur myndi ekki bara vera notaður og hugsaður sem fyrir krakkana í skólanum á vetuna, heldur bara sem allt árið í kring. Það sem það er fullt af börnum í eyjunni á sumrin sem að myndi geta nýtt sér hann. Og kostnaður, við erum með smið út í Hrísey sem hægt er að heyri, þeir geta smiðað þetta sjálfur. Og þetta er ekki flókið, þetta eru réttindi og ég skil ekki af hverju Hríseyjarskóli á í virkilega að vera útundan í þessu máli. Og við þurfum bara virkilega að gera betur hérna, öll, bara svona í alveg talað. Það á ekki að vera þannig að krakkarnir þurfa annarkvort að sleppa því að æfa íþróttir, því að svo körfuboltavöllin, hann er í lengin, skólastéttin er þannig út á skólanum, það er bara einhver karfa það slitið nett og allt ónýtt Þannig að þetta er ekki bara fótboltavöllin, þetta er bara svona almennt Hrísey yfir höfuð. Takk fyrir. Þá hefur ungmennaráðsfulltrúi Heimir Sigurpáll lokið máli, orðið laust. Ungmennaráðsfulltrúi París Anna stígur upp í pontu. Hæ aftur, ágæti forseti, fulltrúi ungmennaráðs og aðrir fundargestir. Skil rökin, en það er samt eins og þið Fríða og Heimir eru búin að tala það á ekki að vera svoleiðis að allir, ef þið pælaði svo í það eru allir grunnskólar sem eru í Akureyrarbæ með fótboltavöll en ekki Hrísey. Ef við setjum okkur í þeirra spor og ímyndum okkur að við myndum búa þar og þið myndum sjá að allir aðrir eru með fótboltavöll, er það ekki svolítið rosalegt að pæla út í það? Og ef þið segið að það er ekki verið að styðja það í kostnaðinum, finnið þið lausn, bara please finnið þið lausn. Og því þegar við komum í Hríseyjarskóla bara daginn, því við erum búin að fara í fara að funda með öllum nemendurröðum hjá öllum grunnskólum Akureyrarbæjar, þegar við fórum að tala við þau og vorum að spyrja hvernig það gekk með fótboltavelli þeirra, þá sögðu þau að til þess að þau getur reynt að spila fótbolta. Þau þurftu að færa mörkin, þau þurftu að færa einhverja plötu, taka snjóin af til þess að reyna að geta spila fótbolta. Hafið það í huga. Þau eru margoft búin að spyrja að fá fótboltavöll og svo líka þegar við tölum við starfsmennina í skólanum. Þegar þau spurðu líka fótboltavöll. Það er búið að biðja þetta svo lengi. Þá skil ég ekki af hverju ekki búin að senda frá ykkur svör að ef þetta er ekki hægt, segið þeim það, svo þau þurfi ekki að biðja og vonast að eitthvað gerist. Ef þú segir að það sé kannski ekki mikil framtíð í fótboltanum og það sé gert allt fyrir fótbolta, af hverju talið ekki við Hrísey eða mömmu Heimis eða eitthvað, eða
skilurðu, þú veist, hvað annað er hægt að gera fyrir þau? Þú veist, hvað annað langaði þeim að fá? Þú veist, langaði þau í nýja körfuboltavöll eins og Heimir segja, þú veist, sé varla hægt að nota. Þú veist, það er hægt að gera svo mikið fyrir þau, bara svo þeim líði eins og þau séu með í þessi sveitafélag okkar. Því það er svo, mér þykir það bara svo leitt og þetta særir mig virkilega að þau eru ekki með þetta, en það eru allir aðrir með þetta. Og eins og Fríða sagði áðan, öll börn eiga að vera jöfn og það er svoleiðis, öll börn eiga að vera jöfn. Af hverju eru þau ekki með fótboltavöll? Takk fyrir mig. Þá hefur París Anna fulltrúi ungmennaráðs lokið máli. Orðið er laust. Hilda Jóna Gísladóttir. Bæjarfulltrúi Hilda Jóna Gísladóttir stígur upp í pontu. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég gat ekki staðist mátið að tekka hvort ég mætti koma undir þessu máli þó við vissulega bæjarfulltrúar höfum skipt með okkur verkefnum hér í dag og svona yfirleitt eitt í einu sem að svarar. Þá gefur það kannski auga leið af þessum hópi, þá erum við ekki alltaf sammála í einu og öllu og ég vildi bara koma upp og ég þakka ykkur fyrir að taka upp þetta mál vegna þess að ég allavega tek að sjálfsögðu undir það að það er verulega umhugsunarvert fyrir okkur og ekki bara í þessu máli heldur mörgum öðrum. Mín upplifun og það er alveg eins ég eins og aðrir þar sem að eyjarnar okkar er eitthvað sem við þurfum ítrekkað að vera að minna okkur á að búa við annan veruleika heldur en við upp á landi og ég tek bara undir það sjónarmið að ég á erfitt með að sjá hvers vegna aðstæður við grunnskóla í Hrísey að vera með mikið ólíkum hætti eða þeir sem eru upp á landi og myndi teka undir það sem að þú varst að segja rétt áðan, París, að þú veist að við eigum auðvitað líka bara að vera fólk til þess að setjast niður og ræða saman. Það auðvitað er ekkert allt hægt og ég held að þið gerið ykkur alveg eins grein fyrir því eins og öll önnur í samfélaginu og réttar sagt þetta væri að sjálfsögðu væri þetta hægt. Þetta er spurningum hvar þú ætlar að forgangsraða peningum og hvort að þetta sé besta leiðin til þess eða ekki en ég er ekki sammála því að ýta því allavega út af borðinu sem vitleysu bara svo að ég allavega segi það og tel að það ætti að taka samtalið með hvaða hætti væri hægt að bæta aðstæður á skólalóðinni í Hrísey. Þá hefur bæjarfulltrúi Hulda lokið máli sínu, orðið er laust. Ungmennaráðsfulltrúi Guðmar Gísli stígur upp í pontu. Já, fórstu ágætið bæjarfulltrúar og fulltrúar ungmennaráðs. Eins og ég segi þetta er hitta mál og allt krökt að Hríseyingum en það sem ég langar að segja er að þetta er ekki fyrsta skipti sem að Hríseyjarskóli hefur verið að berjast fyrir ykkur og í þessu tilfelli er það þessi völlur. Þegar ég var í skólan alltaf í 10 ár og árið 2014 ákvaðum við að senda tölvupóst hingað á bæjarstjórnina hvort möguleiki væri á því að fá svona skateparkvöll hingað til Hríseyjar. Við fengum lítil svör og þarna var nú Eiríkur bæjarstjóri, ég man nú varla eftir því þannig að það er nú eitthvað síðan en við fengum hann 7 árum seinna og ég vil líka bara benda á það að Hrísey er náttúrulega hluti af Akureyrarbæ og ég veit, þetta er 100 manna samfélag, það eru 15 nemendur í skólanum síðast ég vissi, en ég meina við skiptum líka máli. Þetta eru börn þarna sem vilja stunda sínar íþróttir og þannig að já, mér finnst að við ættum aðeins að hugsa líka það að Hrísey líka hluti af Akureyrarbæ. Takk fyrir mig. Þá hefur Guðmar Gísli fulltrúi ungmennaráðs lokið máli sínu, orðið er laust. Bæjarfulltrúi Ásrún Ýr stígur upp í pontu. Forseti ungmennaráð, ég er mamma Heimis. Ég vil bara byrja að þakka ungmennaráði kærlega fyrir að taka þetta upp og svona líka rosalega vel gert. Eins og kom fram hjá Heimi þá búum við í Hrísey og ég er fæddur og uppalinn og gera allt fyrir fótbolta. Við erum að tala mjög lítið samfélag, Guðmar Gísli 170 manns, ekki 100 manns. En það er nú bara þannig að fótbolti er og hefur verið frá því að ég var þar í skóla vinsælasta íþróttin. Þegar í morgun þá er skólalóðin fyrir utan vinnustæðin minn
þá undir metra af mörkunum sem stendur upp úr snjónum. Krakkarnir standa þarna í sköflunum og veit ekki alveg hvað þau gera við sig. Nú þegar hefur ungmennafélagi Narfi sett upp rafíþróttadeild af því að það svona íþrótt sem maður getur verið svolítið einstaklingsmiðaður í, en þetta hópíþrótt og þó að hópurinn sé ekki stærri þá þarf hópefli og gleði að vera til staðar og ég mun alltaf standa með því að Hrísey fái sparkvöll. Þetta líka ferðamannastaður og það ekki bara á sumrin, heldur tvöfaldast íbúafjöldi yfir eins og páska og aðrar hátíðastaga. En bara aftur ungmennaráð kærar þakkir fyrir að taka þetta upp. Þá hefur bæjarfulltrúi Ásrún Ýr lokið máli, orðið er opið. Fríða Björg, fulltrúi ungmennaráðs, stígur upp í pontu. Ágæti forseti, bæjarfulltrúar og fulltrúar ungmennaráðs, það ekki verið gestir. Já, takk fyrir öll þessi góðu svör. Það fínt að fá þau inn á milli. En mér finnst áhugavert með að, nú fyrir ekki að ég mjög léleg með nöfn, en ég man ekki hver það var, en það sagði einhver að skólar hafa verið í samstarfi við þá með samþykki bæjarins sótt hjá, hvað heitir það, KSÍ eða eitthvað? Já, sótt að fá þessa velli. Mér finnst áhugavert, þau eru búin að reyna að hafa samband við ykkur. En, já, mér finnst líka áhugavert, hvaðan kemur fjármagni í þessa körfuboltavelli sem eru núna að koma á skóla bæjarins. Hvaðan kemur það? Kemur það frá Akureyrarbæ eða kemur það eitthvað annars staðar frá? Það er skiljanlegra, ef það kemur annars staðar frá, þá er það skiljanlegra að það sé þá settir upp körfuboltavelli. En ef þetta kemur frá Akureyrarbæ, þá skil ég ekki persónulega ekki alveg af hverju það er ekki líka hægt að setja smá af þeim peningi í önnur kannski mál. Takk fyrir mig. Þá hefur fulltrúi ungmennaráðs Fríða Björg lokið máli, orðið er opið. Fulltrúi ungmennaráðs Thelma Ósk stígur upp í pontu. Já, forseti, ágætt bæjarfulltrúar, fulltrúi ungmennaráðs aðri gestir. Þetta er mikið hitamál og ég býst nú við að það vilja allir náttúrulega gera það besta fyrir börnin og þarna erum við að tala að minnstakosti 15 börn sem eru þarna, ef ekki fleiri. Og náttúrulega sem svona heilsueflandi samfélag, þá er það nú líka dálítið undir okkur komið að gera krökkunum kleift að stunda íþróttir og fótbolti er vinsælasta út íþróttin og með hvernig Heimir lýsir körfuboltavellinum þá þau heldur ekki með þennan upphitaða körfuboltavell sem restin af grunnskóla bæjarins er að fá. Svo ég vona allavega að Hríseyjarskóli sé á framkvæmdaráætlun bæjarins sé að fara í endurúttekt á skólalóð og að þá verði mögulega eitthvað gert og þau fá eitthvað svona fínu tækjum sem við fáum hérna á Meginlandinu svo kallað. En það var líka fyrir nokkrum árum þá að tekið upp svipamál með það að Hríseyingar fá minni aðgang oft að íþróttum og íþróttavali því það getur verið erfitt fyrir foreldra að koma börnunum til og frá eyju og Heimir og Guðmar þekki það og Ásrún þekki örugglega að það er mikið bras við að skipuleggja þessa ferðir að koma krökkun frá sérstaklega þegar hafa ekki lögaldur til. Þannig að hví erum við ekki að gera þeim kleift að stunda þá íþróttir á eigin tíma heima hjá sér ef við ætlum ekki að auðvelda þeim að komast hingað í bæinn. Við erum ekki eins tilbúin að gera það að koma einhvers konar frístundastrætó eða auðveldari fjöldasamgöngur eða svona opinbera samgöngur. Ef við erum ekki tilbúin að gera það, af hverju erum við ekki tilbúin að reyna að gera eitthvað fyrir þau á eiginu þeirra. Þannig að við erum allavega ekki tilbúin að sækjast í fjármagn fyrir þessum fótboltavelli, þá verðum við auðvitað að gera eitthvað annað. Eins og þess nefndi að það er hægt að gera eitthvað annað, en þetta er vinsælst út í íþróttin. Jafnvel þótt þú æfir ekki fótbolta, þá var alltaf þessi bekkjarstemmari að fara út í fótbolta. Það er bara staðreynd. Að það er meiri stemmari því oft heldur en körfuboltastingar. Þannig að mér finnst að það ætti ekki að vera neitt í fyrirstöðu fyrst erum að ágætu fjármagni að byggja upp hérna ýmsu skóla og skólaðir innan bæjarins. Akkur ættu ekki að líta aðeins út fyrir og tékka á eiginum sem við höfum haft í dálítinn tíma sem ég veit ekki hvenær, þið getur kannski sagt til hvenær þau fengu seinast einhvers konar endurúttekt á skólalóð og það því skemmtilegt að sjá hvaðan til dæmis þau leiktæki hvaðan þau eru og hversu lengi þessar fótboltastangir hafa verið.
með við það að við erum að endurnýja núna flesta alla skólalóðir eða klára að gera alla skólalóðina hérna. Takk fyrir. Þá hefur fulltrúi ungmennaráðs Thelma Ósk lokið máli. Orðið opið. Fulltrúi ungmennaráðs Heimir Sigur Páll stígur upp í pontu. Já, mér finnst þetta ógeðslega gaman að vera með svona mikið vesen. En það svona fyrir mitt álit þá sé ekki af hverju KSÍ ætti að vera eitthvað að blanda sér í þetta. Þannig að ég nokkuð viss það að Hríseyingar myndu alltaf bara geta smíðað þetta sjálfur. Því að þetta það sem þau vilja. Og svo loksins þegar það hlustað á þá vilja þau virkilega taka þátt í því sem er verið að hjálpa þeim með. Og þetta kostar eins og við búið að nefna, en við verðum að líka átt okkur því að það eru eins og Ásson var að nefna það hérna áðan að íbúafjöldi Hríseyjar tvöfaldast og þið getur nú ímyndað ykkur hvernig það álag væri á Akureyri að íbúafjöldi Akureyrarbæjar myndi tvöfaldast bara yfir einu helgi. Það verður nú býsna stútfullir fótboltavellinni þá. En eins og ég er búinn að segja áður, ég ætla bara að brýna á þetta snertir ekki bara einhverja 15 krakkar sem eru í grunnskólanum, þetta snertir bara á allt árið, alla ferðamenn sem komu til eyju og það gæti alveg verið meiri segja aukað ferðamennsku að hafa fótboltavöll út í Hrísey sem einhvers konar auglýsing. Bara svo það kom upp líka. En ég ætla bara að fá að þakka fyrir að vera svona hress í þessu máli. Þá hefur ungmennaráðsfulltrúi Heimir Sigur Páll lokið máli. Orðið opið.